Listfræðingur en hann starfaði lengi sem safnstjóri og þekkti þess vegna líka þáttið mála mjög vel. Hann starfar núna sem fulltrúi mennta- og menningarmálaráðuneytis og hann ætlar að kynna fyrir okkur núna frumvarp til myndlistarlaga sem liggur núna fyrir Alþingi áður en hafa lagt fram að leita til ýmissa hagsmunaaðila og þeir beðnir að koma með athugasemdir og er sem sagt komin í pontu. Gjörðu svo vel. Já, góðir gestir, ég hingað komin til að fjalla lítillega þetta frumvarp. Ég ætti þó að byrja á því að taka fram að ég er varamaður. Það er að segja, mitt starfssvið innan ráðuneytisins er öðru fremur í málefnum safna í breiðara samhengi. Ég vinn með skjalasöfnum, bókasöfnum, minjasöfnum og öllum tegundum auk listasafna. Þannig að listamál eða málefni hinna einstöku listgreina er í annarra höndum en sú manneskja Guðný Helgadóttir er bara stödd erlendis núna, þannig að ég hljóp í skarðið fyrir hana, enda hef ég aðeins haft hlutana í þessu máli með henni. En áður en ég byrja að fjalla sérstaklega þetta ágæta skjal sem er merkt þarna, þingskjal 713, þetta er 467. mál sem liggur núna fyrir Alþingi, þá vildi ég minna á að aðkoma ríkisins en slíks að málefnum myndlistar felst í nokkrum stofnunum og tengslum við aðra aðila. Það er rekið á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis 3 eða 2 söfn sem hér eru nefnd, Listasafn Íslands og Listasafn Einars Jónssonar. Síðan er þessi sjóður, listveitingasjóður ríkisins sem er nú nánast í frystingu eins og er. Síðan er það náttúrulega Listaháskólinn, síðan er þjónustusamningur milli ráðuneytis og kynningarmiðstöðvar íslenska myndlist og svo er náttúrulega gott samstarf við myndhöfundasjóð og bæði varðandi gjaldskrárgerð og annað sem að því tilheyrir. En varðandi listamannalaunin eru, sem ég nefndi ekki þarna áðan, þá eru þau náttúrulega stærsti, stuðningur ríkisins við hinar ýmsu listgreinar og það má nefna það hér í þessu samhengi að þrátt fyrir þau áföll sem urðu í íslensku efnahagslífi haustið 2008 þá urðu fyrrverandi og núverandi mennta- og menningarmálaráðherra þær sameinuðust það, getum við sagt, að keyra í gegn þá breytingu sem varð á lögum listamannalaun 2009. Og þá var ákveðið að fjölga listamannalaunum, það er að segja þeim mánuðum sem var að ræða í listamannalaunum úr 1200 eins og það var samkvæmt eldri lögum, úr 800 í 1200 úr 1200 í 1600 eins og kemur þarna fram. Og af því eru 435 mánaðalaun til myndlistamanna og samkvæmt úthlutun sem nú varð í síðasta mánuði tilkynntum, þá voru þau veitt til 54 myndlistamanna, allt frá því að vera 1 mánaðar ferðastyrk og ef ég man rétt upp í 20 ára laun. En þarna að ræða sérstakar stjórn og sérstakar úthlutunarnefndir. Ráðuneytið kemur ekkert að framkvæmdinni, þar viðhöfð þessi svonefnda armslengdarregla. Þannig að ráðuneytið þá í mesta lagi og eins og það reynir á öðrum sviðum að vera úrskurðaraðili eða sá sem að hlustar á klögumáli og reynir að leysa úr þeim þegar þau komu upp. Ef við lítum hins vegar til þessa frumvarps til myndlistarlaga þá skulum við rifja upp að það eru engin lög fyrir í landinu þennan flokk listanna og það kann að koma mönnum á óvart vegna þess að nú hefur myndlistin verið hluti af íslensku menningarlífi og mikilvægur hluti einnar aldar skeið, hið minnsta. En þrátt fyrir það hafa aldrei verið sett inn lög sem að lýsa
umhverfinu eins og það snýr að ríkinu. Og það öfugt við til dæmis það sem snýr bæði að leiklist, bókmenntum og tónlist. En í og með sem sagt lagasetningin hugsuð til að bæta úr þessu og reyna að greina þennan ramma sem að ríki kemur á, en einnig til að einfalda umgjörðina. Og markmiðið sem að ég vitna til þarna sem sagt tiltölulega einfalt í sjálfu sér og það vísar öðrum þræði til þeirra markmiða sem voru sett með lögum aðra flokka. Það eru leiklistalög frá 1998, það lög tónlistarsjóð og það lög bókmenntasjóð. Ég veit ekki hvort ég sjáu þetta sem þarna neðst, en í lögum bókmenntasjóð eru frá 2007 og það alls staðar nota þetta svipað orðalag að efla viðkomandi svið og búa því skilyrði sem að ríkið getur gert á sínum vegum. Og þetta myndlistarfrumvarp sama eðlis. Fyrir þá sem að hafa eitthvað meira heldur en ég, gullfiska minni, þá vil ég nefna að þetta frumvarp var upphaflega sett fram á Alþingi 2007 og var þá í örlítið annarri mynd, en það hlaut ekki afgreiðslu. Meðal annars vegna þess að í frumvarpinu var þá eins og nú gert ráð fyrir að í fyrsta sinn stofnaður myndlistarsjóður sem væri þá svona verkefnasjóður á þessu sviði lista sem ekki hefur verið til en til á hinum greinunum. Að setja fram frumvarp til laga aukin útgjöld 2008-2009 var nú ekki endilega það sem menn stemdu að og þess vegna var það eiginlega samantekin ráð hjá þeim sem að valdið höfðu að setja áherslu á að keyra í gegn þessa breytingu á lögum listamannalaun frekar heldur en að bæta þessu við. En helstu efnisþættir þessa frumvarps eru þrír. Það kafli Listasafn Íslands. Eins og ég segi þá ein af hugmyndunum með svona lögum að einfalda alla lagaumgjörð og þess vegna tekið þar á. Við getum nefnt sem dæmi leiklistarlög. Þar eru lög sem voru, eða lagaákvæði sem áður voru sjálfstæð Þjóðleikhúsið, þau voru sett inn í þann lagabálk. Hér hefur verið bætt við frá þeirri útgáfu sem var á frumvarpinu eins og ég segi 2007-2008, þá hefur bætt við því sem hérna fjórði kafli, listaverk í opinberum byggingum sem kemur þá í staðinn fyrir sérlög sem nú standa listgreiningarsjóð. En þarna á milli sá kafli sem vísar til nýjungana, það að segja stofnun myndlistarráðs sem ráðgefandi aðila fyrir ríkið á þessum sviðum og ákveðum myndlistarsjóð sem sú nýjung sem flestir vísa til. Ef við lítum aðeins á þessa kafla í svona fáeinum dráttum, við getum farið betur í það mögulega eftir, þá í kaflanum Listasafn Íslands, þá hann í öllu falli einföldun frá núverandi lögum. Þarna aðeins að ræða 8 greinar en í núgildandi lögum safnið þá eru 15 greinar. Einföldunin felst meðal annars í því að það fylgt þeirri þróun sem hefur verið almennt í stjórnun eða, yfirbyggingu opinberra stofnana nú í rúman áratug, þar að segja stjórnir og nefndir eru lagðar niður þar sem að slíkt rætt, þannig að safnráð verður þarna lagt niður. Það þessi, fagurfræðilega breyting á titli yfirmanns, hans heitir safnstjóri á eftir stað forstöðumanns. Það eru tekin út flest ákvæði sem í núgildandi lögum og hafa verið í eldri lögum innri starfsemi, þar að segja uppbyggingu og skipulag. Það hefur verið vaxandi tilhneiging í öllri lagaumgjörð að fella slíkt burt og þar með að auka sjálfsákvörðunarrétt viðkomandi stofnana og þar með vald forstöðumanna til þess að segja til hvernig skipulag stofnana á að vera. Og ég tel það vera af hinu góða, það nægilegir rammar í lögum réttindi og skyldur opinberra starfsmanna annars vegar og lögum fjárreiður ríkisins hins vegar til að halda aftur af mönnum í því að fara ekki á einhver voðaleg spreðir, ég hef ekki sagt svo. En þetta veitir mönnum heimildir til að sveigja starfsemina og innra skipulag að þeim þáttum sem menn telja rétt. Það búin að standa frá, held ég, 1970 eitthvað þar bil
ákvæði í lögum um Listasafn Íslands heimild til að stofna útlánadeild sem aldrei hefur verið notuð. Það er kannski svona í sögulegu samhengi þá má benda á að þessi heimild var fyrst sett þegar það var ákveðið að Listasafn Íslands ætti að fá því svonefnda Kjarvalshús á Seltjarnarnesi til afnota. Það notaði húsið aldrei nema í mesta lagi sem geymslur, þannig að þessi svonefnda útlánadeild sem var hugsuð til þess að safnið gæti mögulega keypt verk sérstaklega með það í huga að lána þau út. Þetta hefur aldrei verið notað og þess vegna er þetta ákveðið tekið út. Það sama má segja styrktarfélag, það er óþarfi að hafa slík ákvæði. Innkaupanefnd verður breytt, það verður eitt fulltrúi þar skipar af ráðherra. Núverandi innkaupanefnd er eiginlega tilnefnd af safnráðið, þannig að það er að breyta aðeins fyrirkomulaginu þar. Og þá er sett þarna eins og hefur verið að setja inn í lögum bókasöfn og frumvarp til safnalaga sem nú er orðið að lögum, þá er sett þarna heimild til að taka aðgangseyri. Og þó það séu langar hefðir fyrir aðgangseyri á íslenskum söfnum þá hefur ekki verið lagagrunnur á baki. Þannig að það er sett. Myndlistarráð kemur þarna til og það á að vera ráðgefandi aðili málefni myndlistar. Það er sem sagt notabene ekki hugsað til þess að myndlistarráð sé einhvers konar allsherjar vettvangur sviðsins til að kvarta og kveina, ef við getum orðað það svo. Heldur fyrst og fremst að taka við erindum og sinna því sem að það talið geta verið til hjálpar á viðkomandi sviðum. Og þetta er í samræmi við það sem er til dæmis hlutverk tónlistarráðs, hlutverk leiklistarráðs, hlutverk safnaráðs, samkvæmt safnalögum og fleira þessu sviði. Og það meðal þeirra hlutverka sem þarna að ræða er að gera tillögur stefnu og áherslur í úthlutun myndlistarsjóðs. Það er að annast þessa úthlutun og það er að stuðla kynningu á íslensku myndlistarfólki og efla erlent samstarfs og svo framvegis. Eins og þið sjáið þá hljómar þetta að mörgu leyti sambærilegt við það sem að kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar hefur verið að sinna og þarna kemur til með að þurfa að vera gott samstarf á milli aðila hvernig þessu verður fyrir komið. Myndlistarsjóður, þetta nýja fyrirbæri, hann á að fá það hlutverk að efla myndlist með fjárhagslegum stuðningi og kosta önnur verkefni falla undir hlutverk og starfsemi myndlistarráðs. Þarna lítur maður fyrst og fremst til þess að þarna er komin vettvangur eins og er innan tónlistarsjóðs, leiklistarsjóðs, bókmenntasjóðs til að styðja verkefni. Þetta á ekki að vera viðbóta launasjóður, þetta á ekki að vera viðbóta rekstrasjóður sem slíkur fyrir söfnin. Það styrkja sýningarverkefni, það getur náttúrulega komið bæði listamönnum og söfnum og sýningarstöðum til góða, en þá eftir að útfæra það og verður gert í góðu samráði þessa myndlistarráðs og væntanlega stjórnvalda. Bara til samanburðar, þá sjáum við hér að sjóðirnir sem við getum verið að bera okkur saman við, þeir eru svona af ýmsu tagi. Kvikmyndagerðarfólk hefur verið óheimið duglegur þrýstihópur í íslensku listalífi langa tíð og þið sjáum muninn á þessum sjóðum í því samhengi. Starfsemi atvinnuleikhópa hefur verið með þetta 70 milljónir, tónlistarsjóður og innan við 50 milljónir, bókmenntasjóður eitthvað svipað. Listskreitingarsjóður eins og ég segi er núna nánast í frosti en hefur verið með 7-8 milljónir síðustu árin. Og það fyrir eftir hvernig við metum framlagi til kynningarmiðstöðvar, hvað við að segja uppfæðina þar. Hún er 10 milljónir af því framlagi eyrnamerkt Feneyjatvíæringnum, þannig að það er aðeins hvernig metið er og þá er það spurningin hvað myndlistarsjóður verður. Ef við lítum til listaverki í opinberum byggingum, þá er ekki mikil breyting á efnisatriðum þess frá núgildandi lögum. Þó er sú breyting á sem ég vil nefna að það er lagt til að þarna hefur komið meira inn möguleikina á að styrkja listaverk á utandyra og opnum svæðum meðal annars sem er á vegum ríkis og sveitarfélaga og skilgreiningin á opinberri byggingu er víkkuð aðeins út. Það er ekki einungis opinberar byggingar í eigu ríkisins. Það getur verið leiguhúsnæði, það getur verið húsnæði á vegum sveitarfélaga líka. Þannig að það eru svona megin breytingar þarna. Frumvarpið er núna í umfjöllun hjá allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis. Nefndinni hafa borist ýmsar umsagnir frumvarpið og ég man rétt að voru 8 umsagnir og í þeim
tekið til fjölmargra greina í frumvarpinu og ég á allt eins von á að frumvarpið breytist í einhverjum greinum. Þannig að það er ómögulegt að segja til hvernig lögin verða nákvæmlega en það sem sagt af hálfu ráðuneytis og vonandi Alþingi stefnt að því að afgreiða þetta sem lög fyrir lok vors. Það er að segja að þau verða afgreitt sem lög frá Alþingi núna fyrir vorið og taki þá gildi þegar og þá sé mögulegt að stefna því að myndlistarsjóður taki til starfa frá og með 1. janúar 2013. Takk fyrir. Spurningar? Já, ég með þær. Gunnur, Birgis. Hver eru rök með niðurfellingu Safnráðslistasafns Íslands og svo hitt hvaðan koma peningarnir í myndlistarsjóð? Er einhver ályktun það eða fylgir það eitthvað lagasetningu eða frumvarpinu? Varðandi fyrir spurninguna, þá er rökin engin önnur heldur en þau sem hafa gilt aðra stofnanir. Við samþykkt þjóðminjalaga 2001 þá var þjóðminjaráð lagt niður. Við samningu nýrra laga náttúruminjasafn 2007 þá var ekki gert ráð fyrir stjórn og það er engin stjórn. Þar með enga stjórnir á hinum tveimur höfuðsöfnunum sem skilgreindar eru samkvæmt safnalögum og það þykir ekki ástæða sérstaklega að hafa stjórn á þessari stofnun frekar. Það eigi að treysta forstöðumönnum til að vinna í samræmi við lög og innkaupanefndin verði eftir sem áður til. Varðandi hvaðan peningarnir koma þá ættu þeir samkvæmt þessari hugsun að koma sem nýtt fé inn í fjárveitingar til ráðuneytisins. Og ég legg áherslu á nýtt fé vegna þess að öðrum kosti þá erum við komin í þann farveg sem er allra vestur. Það er að segja að í hefðbundin afgreiðsla fjárlaga er þannig að það er ákveðin rammi til hvers ráðuneytis fyrir sig og hvert ráðuneyti fyrir sig þarf að deila og brotna innan síns málaflokks. Og ef það yrði raunin með þetta þá yrði myndlistarsjóður ekki stofnaður nema á kostnað einhverra annarra verkefna og þá væntanlega á kostnað annarra menningarverkefna. Heildarfjárveitingar til menningarmála hafa farið lækkandi sem hlutfall af fjárveitingum til málefna ráðuneytisins almennt og fjárlaga almennt á síðustu 10 árum. Og þar kemur til náttúrulega að það hefur fjölgað háskólum og lánasjóður hefur fengið sífellt meira fé og svo framvegis. Það er meiri samkeppni um peningana. Þannig að hugmyndin er að þetta eigi að verða nýtt fé en það er náttúrulega ekki kannan neina samningaviðræður það. Það á eftir að ganga frá lögunum. Ein hugmynd sem var uppi á tímabili fyrir framlagningu lagana, bara svo ég nefni það og var ákveðið að gera það ekki, það var að afgreiða lögin með ákvæði með bráðabirgðaákvæði að sjóðurinn tæki ekki til starfa fyrir nefnina seinna. Einhvern veginn. Já, Ásta. Já, mín spurning er þessi. Það er áreiðanlega ekki siður í íslensku samfélagi að það séu 2 stofnanir og 2 sjóðir sem hafa það verkefni að fást sömu hluti eins og KÍM og myndlistarsjóðurinn og myndlistarráð sem talaðar og þess vegna spyr ég bara, er þetta ekki, er útfærslan ekki svo að kynningarmyndu íslenska myndlistarverði það niður? Ég get ekki svarað því. KÍM er ekki stofnun á vegum ríkisins, það er sjálfseignarstofnun eða sem sagt fyrirbæri sem vinnur á grundvelli samninga. Það er þjónustusamningur milli ríkis í rauninni og það verður væntanlega eitt af verkefnum myndlistarráðs að segja til hvað væri heppilegasta vinnuaðferðin við þetta til framtíðar. En þetta er vandamál sem menn vita, eða þetta er viðfangsefni sem menn vita alveg að þetta er staðar. Bara takk fyrir þessa kynningu og einn ábending bara varðandi samanburðinn á sjóðunum til ólíkra listgreina. Það bara ber að taka það fram að kvikmyndagerðarmenn hafa ekki launasjóð. Já. Þannig að það verður í raun og veru að bæta launasjóðunum fyrir hinna greinum til þess að töfðu samverðlega. Mjög þörf ábending. Það er þessi munur þarna. Framhildur? Já, ég ætla bara aðeins byrja þannig við þarna
peningin sem á að koma í myndlistarsjóðinn. Nú hef ég heyrt svona út undan mér innan menntamálaráðuneyti eða svona hearsay, eins og maður segir, að það sé engin peningur í þessu sjóði og ég gerði þá ráð fyrir því að þeir myndu á þessu ári því að það er búið að útluta allt fyrir þetta ár. En eru upp einhverjar, verið að vinna í því að hann verði ekki tómur 1. janúar 2013? Ég skil ekki alveg spurninguna. Hann hafði náttúrulega engin myndlistarsjóður verið til og þar er ekki meina peninga að ræða sem hefur verið notaðir eða neitt svoleiðis. Þannig að það er ekki hægt að tala að sjóður verið tómur 2013 sem aldrei hefur verið til. Eins og ég segi, hvaðan til peningar sem eiga að fara í þetta eiga að koma, það er þetta sem ég var að lýsa áðan. Það hefur verið gengið út frá því að þarna sé verið að samþykkja nýtt verkefni á menningarsviðinu og þá þurfum við að fjármagna það með nýjum hætti. Ekki éta það innan úr öðrum liðum. En ég get í rauninni ekki sagt neitt meira það. Vinna við undirbúning fjárlaga fyrir 2013 er í gangi og sem betur fer þá er ég ekki að kafa í henni og vonast til þess að koma sem minnst að þeim erfiðu leikum sem að þær eru en það kemur allt í eins síður en þetta verður eitt af þeim viðfangsefnum sem að þeir sem að það véla þurfa að gera sér fyrir. En annars getum við tekið þessa þræðu upp. Kannski á aftur. Já. Þakka þér kærlega fyrir og þá